og það vil svo til að eitt af því sem við þurfum að spá í fyrir ferðahelgina, það náttúrulega að vera með ökutækin okkar í lagi og að huga að sjálfsögða því að keyra á löglegum hraða. Hann á línunni hjá með Sveinn Kristján Rúnarsson og það einhvern veginn nákvæmlega sama hvernig ég hef kynnt hann inni í gegnum út af svið til í gegnum tíðina. Mér alltaf fallist að best að segja bara góðan daginn, Danni minn. Já, góðan daginn, Henni. Hvað segirðu? Bara ljómandi gott. Það ekki? Jú. Hvernig hefur umferðin verið í dag hér á Suðurlandinu? Umferðin hefur bara verið nokkuð þokkað í dag. Við svona finnum að hún að auka svona jafnt og þétt svona þegar líður á daginn. Já. Ég staddur hérna á Selfossi núna og ég sé að ég að fyllast öll plön á öllum búðum og allir að græja sér til fyrir helgina. Já, eitt sem búið að einkenna kannski undanfarnar helgar að föstudagarnir til dæmis hafa nú kannski verið þannig dagar að maður þurft að nýta svona örlítið þolinmæðina þegar maður á leiðinni hérna úr vinninu og yfir brú, sko. Já. Það eru oft búið að vera biðraður út af Köfunarhól. Akkurat. En alltaf gengið samt. Þetta hefst allt fyrir rest. Já. Þolinmæðin þrautir vinnur allar, segir eitthvað staðar. Nákvæmlega. En hefur ykkur hugmyndur hvernig framkvæmdir hafa gengið upp á Heiði því að nú keyrði ég þarna helgina síðastliðna helgi og þá tók ég eftir að það voru svona hvassar brúnir og ýmislegt annað sem þurfti að vara sig á? Já, þeir eru búin að vera að vinna þarna frá alveg á fullu og svona reyna að gera þetta sæmilega fæst fyrir helgina. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig staðan á þeim akkurat núna en ég veit að þeir gera sitt besta til þess að hafa þetta svona sem greiðfarast og þægilegast umferðina. En við náttúrulega hvetjum alla til þess að bara fara varlega og gefa sér tíma í ferðalegin, fara bara þeirra stað og ætla sér ekki að vera komin eftir of stuttan tíma, sko. Þetta kemur helgin, sko, fyrir rest. Hvort sem að fer fyrir eða setja stað, sko. En það náttúrulega góða skapið alltaf að vera með í för? Akkurat. En þið verðið vantarlega sýnilegir í umferðinni núna helgina? Já, við verðum með aukið eftirlit á vegum Suðurlands, því að sjálfsögðu eins og veðurspáin segir alltaf, það alltaf best að vera á Suðurlandi og við reynum að bregðast við því meðan að þegar kemur aukinn mannfjöldi hérna hjá okkur á svæðu og við bætum í löggæsluna og verðum með tölvöld mikið eftirlit bæði á vegunum og svo eins bara í uppsveitum Suðurlands og niður í Landeyjahöfn og á öllu þessu svæði sem við okkur tilheyrir. Má búast við því að þið farið að taka grínið á þetta eins og hefur verið með lögguna fyrir sunnan að þeir eru búin að taka svona selfie-myndir af sér og ýmislegt annað? Setja á Facebook? Já, það er aldrei að vita á hverju við tókum þessa helginu. Við erum lítið í selfie-myndunum. Kannski erum við ekki nógu myndalegir. Ég ætla að fara að segja, hvað meinar þú? Fjallmyndalegir menn? Það er kannski aldrei að vita en við bara vöðum í þetta en ég lofa engu. Nei, já. En við reynum allavega að hafa þetta alltaf í jákvæðanótum og vonum að við þurfum bara að hafa afskipti á jákvæðanótum af fólki helgina, allir gangi hægt og gleðna til og muni það eftir einn að gera einn og alla þessa helstu frasa. Já. Og fara bara varlega, eins og gefa sér tíma í umferðinni, hún er róleg og hún er hæg og þetta tekur allt tíma. Nákvæmlega. En við ætlum að fá að heyra í það eins aftur á morgundanni og fá að taka púlsuna þá kannski aftur þá, svona einhvern tíman seinnipartinn. Bara besta mál. Verðum í sambandi aftur á morgun. Gerðu það. Kærar þakkir. Sömuleiðis takk. Já, bless.